Danni Sigurðsson. Loksins fengum við alvöru markaleik, stórsigur í kvöld, þú hlýtur að vera ánægður núna. Bæ. Já, ég skal segja það maður, ég mjög glaður. Reyndar held ég að flest allir leikir hafi verið miklu markaleikir en núna duttu langflest mörkin hjá okkur og það var mjög jákvætt og skora 6 mörk á heimavelli, ég held að sé nú ekki hægt að biðja mig mikið meira það. Við byrjuðum leikið með látum mark bara strax á annarri mínútu og svo jafnað og við tökum svo á lokasekundum fyrir hálfleik 2-1. En svo opnist allar flók áttir í seinni hálfleik. Já, markið sem við skorum rétt fyrir hálfleikinu var gríðarlega mikilvægt. Því að þeir voru konum með ákveðið líflínu í leiknum, fannst mér eftir að jafnað. En það líklega mikilvægasta markið í leiknum var þegar við skorum rétt fyrir hálfleik í fyrri hálfleik því að þá mér fannst við síðan í seinni hálfleik taka öll völdin og eðlilega náttúrulega eftir að vera einu færri þá klárum við hennar leik bara með eindæmi frábærlega. Það eru auðvitað 2 ólíkar ræður sem þú hefði þurft að hafa í vasanum, önnur fyrir jafntefli í hálfleik og svo hins sem að vera yfir, þannig að það munar töluvert miklu. Já, það munar alveg klárlega miklu, þannig séð. Hins vegar var ég ekkert sérlega ánægður með fyrri hálfleikinn að mörgu leyti. Mér fannst við andlausir og ekki vera að gefa, við kannski ekki vorum að gefa mikið í leikinn en hins vegar fannst mér menn geta lyft sér að brosa þess meira og hafa meira gaman á hlutunum. En við ræddum þetta vel í hálfleik, fórum yfir það og annað og mér fannst þeir gera seinni hálfleikinn og spila seinni hálfleikinn algjörlega frábærlega, hvort sem það var út á vellinum og eða þá bara í höfðun á sér því að mér menn brugðust vel við þessu. Oft gerist það nú hins vegar þannig að liðið sem lendur undir það eflist og oftar en ekki liggur þá á hinu liðinu en við gerðum þetta mjög fagmannlega, það er að segja strákarnir á vellinum og skiluðu þessu heim, þessum 3 stigum heim í Hamar eins og við elskum að segja. Þannig það var rosalegur hiti í mönnum þarna undir lok fyrri hálfleiks og svo í raun bara í seinni hálfleik og kannski auðvitað eðlilegt með þá vini okkar að vestan að þetta fari pínu í taugarnar og slagt gengi, þetta var mikil hiti í mönnum. Já, menn leggja sig alla fram og gefa sig alla í þetta og ef þeir finnst að þeim vegið þá kannski vega menn til að missa eins höfuðið en mér fannst hins vegar þetta ekkert sérstaklega grófuleikur, mér fannst bara menn reyna að spila það vel. Þeir stóðu sig ágætlega, fannst mér mörguleiti í spilið að segja, þeir opnuðu okkur bara aldrei og ég held að það sé að stóru hluti vegna þess að við spilum varnarleiki mjög þétt. Eina færin sem við fengum var fyrst leikadrið og það var það sem við vissum fyrir leikinn og lögðum í rauninu upp með að það væri mögulega þeirra einu færi því að við ætluðum að vera það þéttir og ætluðum reyndar hins vegar náttúrulega að loka fyrir að þeir myndi ekki skora fyrst leikadrið en það tókst einu sinni hjá þeim að lauma honum inn því að vera á miður en mér er anskotnað sama eins og ég sagði hann því að við unnum leikinn 6-1 og það er ekki hægt að væla nefinn inn. Alfons hann fekk tækifæri í sínu fyrsta leik og hann átti aldeilis fína spretti hérna þann tíma sem hann var inn á vellinu. Þú hlýtur að vera sáttur með hans framlag. Sem og náttúrulega allar annar Þórsara. Nákvæmlega sem þú orðaði það. Ég er mjög ánægður með framlag allra leikmanna liðsins í dag. Var einkar glaður að sjá hann bregðast bara svona vel við þessu að koma inn og hann stóð sem í príði, hefði bara að skora kallinn á honum en hann stóð sem mjög vel og þetta er strákur sem á framtíðina fyrir sér. Þetta er eitt svo alefnilegasti leikmaður í sínu stöðu á Íslandi og við erum bara fegnir að fá hann í okkar raðir. Hann hefur náttúrulega fleiri leiki til þess að bæta fyrir þetta, það skildi ekki takast í kvöld. Já, klárlega. Hann er svo sem ekki endilega fengið til þess að skora en það væri nú gaman að hann myndi gera það en hann skilaði sínu mjög vel og sem og allir aðrir liðsmenn engar gaman að sjá menn koma inn á bekknum og skora og það var mjög jákvætt. Þannig að nú er náttúrulega voðalega notalegt að fara inn í verslunum helgina með bullandi sjálfstraust og kassan þannig. Það er bara eins og þú segir það maður, nú fer maður bara og leggst á okkur á stöð. Nei, við erum mjög glaðir með stöðuna eins og hún er. Það er að segja að síðustu 3 leikir og við byrjunum og seinni umferðinni algjörlega frábær og til fyrirmyndar. Ætluðum okkur þetta og eins og ég var margsagt, við ætlum okkur að vinna alla leiki og við erum á réttil braut akkurat núna og við leyfum okkur að slaka á núna í nokkra daga en svo byrjar að vinna á mér núna strax að undirbúa næsta leik en strákandi getur leitt að slaka á en svo ætlum við að halda áfram góðu gengi og þá þýðir ekkert að liggja og gefa eftir áfram. Þannig mér líst vel á þessa fyrir áætlanir hjá þér og ég trú á því að þær gangi allar eftir og ég segi bara njóttu þessa stuttafrí sem að núna er framundan þar að segja verslunarhelgin. Takk kærlega fyrir og sömuleiðis.